Já, Edilju, þú vildir koma og tala gen. Ég vissi þetta er að vera falli. Já, ég veit það ekki, sko. Genarannsóknir. Ég hef aldrei verið ykkur svona, í sambandi við, pólitík og annað, sko. Það hef ég aldrei verið neitt svakalega spenntur fyrir einhver svona genarannsóknum, sko. En ég er mjög En af hverju telur það svona að þurfum við að skoða gen í stærra samhengi? Sko, nú hef ég brent mér mjög illa því gegnum tíðin að vera klift til í vondu samhengi og þetta geti verið eitt af þeir momentum. En svo það sé bara gert út af þetta mál, þá voru að ræða moskítóflugur og lúsmý. Og þú varst að lýsa því yfir mjög hróðugur, þú værir aldrei bitinn. En ég er hins vegar bara í þessum töluorðum að bara farast úr lúsmýbitum. Og ég vil bara að Kári rannsaka þetta. Ég vil fá að vita hvað er sem að þið bitfría fólk í hafið. Ég vil fá að kíkja í pakkan. Nei, þetta er náttúrulega, eins og ég segi, þetta er spennandi, sko. Og líka... ég held ég að þegar maður er komin út á land, sko, þá finn ég alveg fyrir þessu. En ég verð ekkert finnir, þú veist, er þetta í Reykjavík? Já. Þetta er náttúrulega bara Grafarvogi, sko. Já, þetta er þessi Grafarvogi. Það er léleg gen þar. Bestu gerin þar, sko. Aha. En ég held ég að fengi þetta, ég var rétt hjá Grímsborgum. Fór með vinkonum mínum í svona fertusamælisferð hjá þeim og... Ertu á þeim fertu? Nei, Tóti. Ég er að djóki, ég veit alveg ekki ferð. Ég er reyndar. Þarna lauk vináttu okkar, góðri en stuttri. Sko, nefnilega, það var einn brandari sem ég var með. Út af því að núna er svo mikið af svona ungum fallegum konum sem eru settar svona á myndbönd. Já, ok. Og brandarinn var svo að sá að þú ætlaðir að vekja athygli á því að þú var svolítið sárið því að það væri ekki aldrei beðin. Þú ert að segja mig frétti núna og ég ætla bara að vekja athygli. Ég hef ekkert verið beðin. Nei, ég veit að þú ert bara einhverjum þínum eigin erindagjörðum. En hvað finnst þér að ungar fallegar konur séu settar svona? Er þetta bara kynlífselur? Mér finnst það bara mega fullkomin sens. Bara fegurselur. Já, ég veit það. Það er nefnilega, það er frekar fyndið, sko, þegar maður sér svona myndbönd á samfélagsmiðlum og annar staðar, sko, þá er þetta rosalega mikið einmitt í þessu að þú vilt ná mikið af áhorfum, sérstaklega svona hooks, að þá eru hooks og looks. Ég held að það séu samtengt fyrirbæri. Ég hef aldrei heyrt þennan frasa, en ég held ég alltaf trademarka. Þú er búin að negla þetta? Já. En talandi það, við erum ekki búin að fara yfir og ná að hittast eftir brúðkaupi hjá þér. Nei. Þetta er ekki ég var bara að hrósa yfir kötti fyrir brúðkaupi, það gekk vel. Já. Og stórglæsilegur. Við fórum náttúrulega yfir það. Já, við fórum við það, en hvernig gengur að halda sér eftir þetta? Ekki vel, þú sér það alveg. Það er ekki deginu ljósara. Ég nefnilega, var það bara svo bladra bara sem kom, þú veist? Já, út af því að, vanalega þegar fólk hittir mig, út af því að ég nefnilega eins og þú nefnir svo oft, að ég er svona að blanda af Ryan Gosling og Brad Pitt. Það eru mín orð, Það eru mín orð. Og mér finnst ég ekki þurfa að halda, mér finnst ég þurfa að gefa öðrum séns, Já, þú getur ekki allt. Nei, þannig að ég reynir svona að halda einmitt í það, að vera ekki líka í formi. Ekki fullkomnu formi, nei. Nákvæmlega. Þetta var vel gert. Erum við að tala um að þú hafa bara ekki eins og drukkið vatn síðustu dagana, eða hversu langt tókstu? Jú, þetta er í hnefaleikunum, þá gerum við þetta þannig að þú þarft í rauninni að byggja upp. Þú getur eins og fyrir bardaga, þá misti ég 8 kíló á einum sólarhring. 8 kíló? Segðu mér meir? Já, en þú veist, það er náttúrulega bara kemur strax aftur. Þetta er svona í bardaga íþróttum og þá getur þú mist. Já, þetta var á 2 sólarhringum sem ég misti í kringum 8 kíló. Þá í rauninni keyrir þú upp vatnsdrykkju, köttar út salt og platar líkama en hann þurfi rosalega mikið að losa sig við vökva. Byrjar á að drekka svona 34 lítra á dag. Ég mæli ekki með þessu bæði, þetta eru alls ekki læknisráð eða eitthvað köttráð. Þetta er mjög heimskulegt fyrir líkamann. En þetta er gert út af þessari keppnisíþrótt? Já, og þá drekkur 4 lítra á dag, 4 lítra á dag, 4 lítra á dag og þú miðar við svona 10-12 daga sprí og drekkur 5 lítra, svo 6 lítra, svo 7 lítra og svo ertu kannski kringum 8-10 lítrum á dag í 3 daga. Getur ekki bara drukknað í öllu þessu vatni? Ég veit það ekki. Það líður ekki vel, þetta er mjög vont fyrir nýrun og síðan rauninni tekur kött þar sem þú klæðir þig í ruslapoka og í rauninni ferð inn í sánu og hoppar þar og sippar og þá í rauninni bara hreinsar hann allt vatni út af því að líkaminn er í svona ákveðinu flight mótum það að hann þurfa að losa sig við allan vökvann og þá missur kíló mjög hratt. Þetta er til þess að ná vikt,
og ég horfði á hérna brúðkaupsdaginn minn þannig Já, ég skil. Og ég til held þess að koma til ekki fötin. eins og ég var spennt fyrir þessu þegar við byrjum að ræða þá gælt ég varhug við þessu. Já, nei, þetta er náttúrulega eins og ég segi, þetta er ekki sniðugt, sko. Þetta er ekki fyrir óvana. Nei, alls ekki, sko. Já, þú varst einmitt, við fórum yfir þetta síðast, að hérna, þú einmitt fórst í hard cut fyrir hérna þitt brúðkaup og kjóllinn hafi rétt svo hangið á þér. Já, bara, hann var minkað þessu enn, sko, 50 daginn fyrir brúðkaup og hann samt svona hálflafði á mér, sko. Já, en þú ert algjörlega augljóslega búin að gefast upp á öllu þessu. Ég passa mér sko ekki brúðkaupskjóla minn, svo mikið er víst. Nei, en ég á hann. Ég get ekki eitt kött og ég kemist örugglega í hann, sko. Og þetta er gott verkefni fyrir okkur. Já, myndi hérna spóka mig vel í honum. En hérna, förum yfir alvöru málana. Þú varst í gær á Paradigm kappræðum, þar sem að þið voru að ræða ESB. Já, til að sjá. Já, til að sjá spurningamerki sem að ég hafði mjög gaman að þessu. Þannig var náttúrulega Hjálmar og Jónas átt að vera Þorgerður og einhver annar þá gerir ég ráð fyrir. Maður er svona aðeins byrjar að sjá glitta í það að stjórnarlegar eru farnir að verða aðeins einhvern veginn aftur með að hérna mæta í viðtöl og á viðburði og þannig. Mér að fara að finna þetta alveg skrítið, sko. Já, hérna mér langar kannski til að byrja með rósa Jónasi og Hjálmara fyrir að þó mæta, því eins og segir þá var upplegið það að Þorgerður myndi mæta þarna Guðlaug Þór. Einmitt. Og Paradigm er ekki þeir einu sem er búin að reyna við það að setja upp. Mér skilst að Sprengjusöndur sé búin að ganga á eftir Þorgerði og bjóðinni sko hvert einasta slott í allt sumar til þess að mæta Guðlaug og hérna hún hefur ekki viljað gera það og manni verið svona svolítið vera kannski svona handvæla einhver ákveðin hérna viðtöl sem hún ætla þó að klukka sér inn í fyrir stóra daginn en já, kannski þetta orðið eitthvað trend varandi fleiri, ég var ekki búin áttum á því varandi aðra stjórnulega, en það voru vissulega fleirum skilst mér, var þingmönnum var boðið líka úr stjórnina að mæta hérna í gær en þáðu það ekki. Nei, hún þáði það að koma til mín og átti að koma áðan, eða það að segja, já, klukkan 11 í dag en það datt eitthvað upp fyrir og ég sagði bara við hérna aðstofmanni, bara heyrðu, bara allur sólarhringurinn næstu 2 vikunar er laus og þú getur komið í stúdíóið hvenær sem er og ég mun bara opna og ef það er önnur viðtöl að þá mun ég bara færa þau og það, ég veit ekki, já, hún hlýtur að standa við það. Ég nefnilega sko, ég er með smá kenningu hérna smá svona strategíu sem þetta er stjórnmálin að ég held að verði mjög erfið sala fyrir jáleiða og sérstaklega stjórnmálamennina að ætla að segja við þjóðina já, við erum best til þess fallin til þess að fara með umboð til þess að rökræða við Evrópusambandið það hvort að við erum að fá einhverja undanþágur eða sérlausnir eða hvað sem þú vilt kalla það en hún getur ekki mætt í erfið viðtöl á móðurmálinu við einhverja hlaðarstúta. Ég held að það veri mjög skrítið. Það fullt af jáurum sem er að hlusta á mitt hlaðvarp og hérna sumir meira þess sem ég hef heyrt sem að voru á neginu og ætla að fara á jáið út af því að bara hlusta á debatt þar sem að ég er hérna að debatta við einhvern og eru bara samfærðari gagnvart málstað hins. En það sem mér hefur fundið svolítið skrítið er að stjórnmálamennir hafa verið aðeins feimnir. Það er svona, ég tek undir með Hjálmar og Jónas. Þeir hafa staðið sig bara með nokkru príði, þó svo ég sé náttúrulega ósammálaðum í mjög stórum atriðum. Að þá eru þeir allavega ekki feimnir við þetta, sko. Nei, og af því að kannski þeir eru ekki pólitíski klækjar yfir, þá segja þeir líka bara hlutin eins og þeir eru. Það kom til dæmis fram í þessum kappræðum í gær að annars vera við myndum að sjálfsögðu vera undir sameiginlegu sjávarútvegsstefnu. Það stendur okkur og stæði okkur aldrei til boða undanskilji heilan málaflokk frá Evrópusambandinu og það kom bara skýrt fram og þetta eru auðvitað bara menn sem að þekkja mjög vel til, sérstaklega Hjálmar þó hann hafi auðvitað verið að agitera fyrir og vonast til þess að ná ákveðnum einhverjum undanþá með sérlausnum að auðvitað yrði ekki málaflokkur undanskilin. Svo kom það sömulegis fram að sjálfsögðu yrði þetta aðlöguna viðræður. Það er allir sem hafa kynnt sér eitthvað Evrópusambandið og viðræðið við Evrópusambandið bara til dæmis með því að fara á heimasíðuna. Þeir geta bara lesið það að viðræðið við Evrópusambandið aðild snúast að aðla viðkomandi ríki að ESB.
En varðandi þetta sem úrst að velta fyrir þér varðandi þessi stjórnarlega í tengslu við þetta mál, að þetta svo margar markaðsbrellur og maður einhvern veginn að reyna að henda reiður á þetta sko. Kristrún hefur lagt á það mikla áherslu að þetta sé svona einhvern veginn málefni fólksins, að við eigum bara að leyfa fólkinu að vera í friði og á meðan hún segir þetta þá eru samt sko stjórnarlegar meðal svo hennar flokki eins og Dagbjört og Pavel og Ása Berglind algjörlega á milljón í ári að framleiða myndbönd og skrifa greinar og hitta fólk og agitera fyrir ESB. Síðan endar hún sjálf á því að fara í ESB-túr landið sko, en samt einhvern veginn undir því fórum ekki að hún sé að hlusta. Og ég hef sé myndir af þessum fundum og mér sýnist hún ekki sitja upp á sviði segi ég og bara hlusta, mér sýnist hún vera að tala við fólki. Þannig að þetta nú eitt, að mála þetta upp eins og þetta sé einhvern veginn málefni fólksins og svo að þú nefnir umboðið að það var eitt sem að sinnar hafa verið að reyna villum fyrir fólki er það hver fær þetta umboð sko. Að því að sannarlega öll þjóðin að kjósa núna og allir hafa bara eitt atkvæði, það er bara eitt atkvæði per mann. En svo sem fær þetta umboð eru þetta Þorgerður Katrín. Hún fer með þennan málaflokk, hún fer með málefni utanríkismála, hún mun fá umboðið til þess að semja við Evrópusambandið, hún mun handvelja fólk til þess að fara og semja fyrir okkur hönd ef af því verður. Hún þarf ekki að bera embættisverk sín undir aðra ráðherra. Það eru sumir sem halda ríkisstjórnin sé sko fjölskipa stjórnvald, það séu tekna einhverja sameiginlegar ákvarðanir þar. Það er ekki þannig sko. Þannig að fólk verður auðvitað líka að gera upp við sig hvort að treysti henni, prívat og persónulega, fyrir þessu umboði. Og sem ég og reyndar Jónas, að því að við erum að tala aðeins hann hefur líka lýst yfir ágjum að sé ekki nægar upplýsingar fyrir þessa þjóðaratkvæðagreiðslu, til dæmis hverjir myndu semja, hvað er þið samið, hvort að sé einhverju rauðar línur eða einhver ákveðin markmið. Engar slíkar upplýsingar hafa verið veittar. Nei, þú náttúrulega mátt ekki tala illa Kristrúnu eins og þú vel veist hérna. Ég ætla að reyna. Já, nei, hún er náttúrulega alveg sérstaklega skemmtileg breyta í þessu því að ég tel það að hún vilji þetta ekki. Það er ekkert sem er gott fyrir hennar pólitíska feril að þetta fari í gegn. Ég tek undir það. Já, en Ég held hún stórgræði á því að sleppa við þetta feiðar fram Þorgerðar. Ég held hún stórgræði á því og hún auðvitað neyddist til þess að semjum þetta við hana í stjórnarsáttmála. Þannig að ég meina það sem hún vildi en svo listi þessi draumunarnir sem hún listi aðdragandi alþingiskosninga var að láta reyna á svona miðjukrata stefnu í framkvæmd sko, að fá að framkvæma hana. En eins og við sjáum bara forsmökkinn af í sumar, það mun bara allt snúast Evrópusambandið og viðræður og allt annað fyrir hól. Já, ég líka bara einhvern veginn sko, það sem er líka skrítið að mínum mati er bara að þessi sala sko að þetta myndi ekkert hafa neinn áhrif einhvern veginn á landan og þetta myndi bara einhvern veginn vera bara svona hliðarafurð og þjóðin fæði frí til að leggjast undir feld og íhuga þetta. Ég er eitthvað, það mun ekki gerast og auðvitað er þetta búið að heltaka alla umræðina en það sem að fer samt mest í taugunum á mér núna og ég ætla að vera hreinskilinn með það er einmitt bara þetta að ef að ég sendi líka á Ásu Berglindi hún er með einhverja rosalega staðhæfingar það hvað myndi þýða rosalega margir og sérfræðingar í vaxtum og mynd hagkerfum og öðru. Dagur til dæmis? Já, ég er enda minn fyrir dag þannig að maður heldur ekki taka Dagur er líka komin undir þarna þannig að það er bannað að líka. Ég er að fá lista. Þú verður að fá lista. Nei, en jú, akkurat, þú veist það eru mjög margir einhvern veginn orðnir sérfræðingar í allskins svona mjög, hvað ég var að segja, sérhæfum málefnum. Ég var með Jón Helga Egilsson hérna fyrir ekki svo löngu og hann er einmitt með doktor í peningahagfræði og hann var einmitt að segja bara þú veist það er svo mikið af dellu í gangi að maður einhvern veginn næri ekki einu svona að grípa alla boltana en þú veist, ok ef við setjum það bara út fyrir sviga ef að Ása Berglind ætlar að vera líka með svona rosalega staðhæfingar og rosalega svona, já, mála sig upp sem manneski sem er mjög yfirgripsmikla þekkingu á áhrifum mismunandi myntkerfa á vexti og verðbólgu gagnvart verðmætasköpun og öðru í landinu að þá þarftu líka að geta mætt og staðið undir því þegar að einhverju lætur reyna á þessi rök og ef að það verður ekki gert á þessi 2 vikum þá eins og ég segi, þá er orðið mjög skrítið
og gagnvart þeim sem ætla að segja já í ágúst, sem ég segi fullt af mínu hlustatum ætla að gera, að þá er orðið mjög skrítin sala að segja að ég get ekki tekist á við erfið verkefni á mínu móðurmáli, varðar röksemdafærslur sem ég ætla að fara fram í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu, en ég aftur á móti get farið og tekist á við Evrópusambandið í því að ætla að fara að tala það hvernig best að móta okkar hagsmuni gagnvart þeim og hvernig við fáum besta samningin. Það að mínum þetta bara heldur engu vatni, sko. Það sem hefur verið sérstakt við þessa umræðu undanfarið og og þeir sem heldur að við ætlum að tala um eitthvað skemmtilegt í dag, þeir verða fyrir miklu vonbrigðum. En það sem auðvitað merkilegt við þessu umræðu sem hún hefur þróast að maður hefur svo lengi, ég nú búin að fylgjast með þessu af því ég hef verið á mannskjum stjórnmál bara frá því ég var í menntaskóla og við höfum auðvitað tekist þetta svona af og til og svo hef ég auðvitað líka því á vettvangi bara unglega þá hefur maður verið miklu samskipti við aðra vinaþjóður okkar að það er algjörlega nýtt að það sé komin einhver svona þriðji vingill sem sko eitthvað forvitna fólki sem að einhvern veginn hefur aldrei heyrt Evrópusambandið og langar bara einhvern veginn að sækja aðild til þess að kynna sig hvað það allt saman og þú ert jafnvel með auglýsingar sem að segja sko, segðu ekki nei, segðu kannski sem auðvitað ekki valmöguleiki á atkvæðaseðlinum. Ég held að Dagur hafi búið það til. Já, sjokker, okkar allra besti pólitíski klækjarur. Þetta er rós, Tóti. Ég held að einhverjum muni komin í kjörkljón, sjá atkvæðaseðlinn og fá bara örlítið sjokk, sko. Sjá bara, viltu fara í viðræður við Evrópusambandið, sko. Bara, býtu, ég held ég væri bara eitthvað að kynna mér eitthvað og skoða eitthvað og þannig að það hefur verið svolítið skrítið að takast á við því að ég skil ekki mjög vel, en ég ber bara virðingu fyrir þeirri skoðun að komast að þeirri niðurstöðu að þú viljir ganga inn í Evrópusambandið, þú viljir að Ísland gangi inn og við eigum að fresta þess að gera það með því að fara í aðildarviðræður. Við eigum að fara og ræða við Evrópusambandið hvort þú getur fundið flötu að því þú telur hagsmunum Íslands betur borgi inn í Evrópusambandinu. En þessi könnunarleiðangur, þetta fólk verður auðvitað bara að lesa upplýsingabæklingin, sko. Þú getur ekkert fara í þjóðaratkvæðagreiðslu að þú ert forvitin eitthvað. Maður er bara forvitin ýmislegt, maður er ekki að draga þjóðan í þjóðaratkvæðagreiðslu það, sko. Nei, það er annað í þessu, sko, sem ég er nefnilega að reitt út af því að ég er búin að ótrúlega erfitt með þessa breytu sem að hefur verið að fara í taugarnar á mér í sambandi við þetta og það er út af því að mér finnst Jónas og Hjálmar, ég held að þeir séu bara heiðarlegir í því að þeir vilji bara kíkja í pakkan og þeir bara eru ekkert eitthvað Hjálmar held ég að mér heyrist miklu spenntari fyrir Evrópusambandinu heldur en til dæmis Jónas en ok, látum það liggja milli hluta. Ég get ekki betur heyrt en að Hjálmar vilji bara ólmur fara inn í Evrópusambandinu. Já, ég er alveg sammála því. Hann er búin að vinna í Evrópusambandinu eins og hann hefur lýsið. Já, hann var bara sáttari með Evrópusambandið þegar hann var að vinna þar heldur, í Íslandi innan Evrópusambandis heldur við undan. Ok, það er bara svona mig. En ég nefnilega fattaði eitt í gær að þetta snýst eða sko þessi þjóðaratkvæðagreiðsla og þetta er búið að fara mjög mikið í tönum en ég áttaði maður þessu þegar ég var að hlusta á ykkur í gær að þetta er annars vegar pólitískt og hins vegar viðskiptalegt og viðskipta sko argumentið er miklu betra þráttur í það að ég held að það muni koma til með að breytast mjög fljótlega þegar Evrópusambandið segir bara heyrðu við þurfum að taka ákvarðanir varðar meginlandið og við getum ekki verið að leyfa litlulöndunum að hafa áhrif á það og við náttúrulega flokkumst innan hæst borgandi en með fæsta aðila innan sambandsins þannig að við höfum minnst áhrif og þá segir fólk, já, nei, hlutfallslega ég bara, heyrðu, give me a break, sko, þetta verður alltaf tekið undir formerkjum Frakklands og Þýskalands. En ég skil alveg að færa rök fyrir þessu gagnvart svona hagsmunum varðar það, viðskiptahagsmunum sé. Þannig að það sem vont í þessu að pólitíkusunir, og því að Evrópusambandið sko, það er tollabandalag, þannig að jú, einhverju leiti viðskiptalegt, en það er aðalega pólitískt samband. Við erum að fara inn í pólitískt samband. Við erum ekki að fara inn í bara eitthvað samband sem bara eitthvað að reyna strömlínulaga ferla í einhverjum hagræðingum dragiskíslunar eða eitthvað þannig. Við erum að fara inn í pólitískt samband sem tekið gagvart, sem mótast gagvart neitunarvaldi ríkja og mismunandi hagsmuna mismunandi ríkja. Þannig að við erum að fara inn í pólitískt samband. Og þá ég einhvern veginn svona var fyrir smá svona uppljómun í gær sko þegar ég var að hlusta á ykkur því að ég svona skildi alveg hvaðan Jónas og Hjálmar voru að koma en aftur á móti þá tel ég bara að þeir eru ekki alveg ég á til að sjá ekki alveg á réttri bylgjulengd
hvað varðar þetta hvað þetta raunverulega snýst sko. Já, til að sjá að auðvitað bara markaðsbrella og, Já, og byrja þú. ég meina hún þetta er markaðsbrella og mjög góð markaðsbrella að því að meirhluti þjóðunar er bara mælist ítrekkað andvígur eingöngu Íslands í Evrópusambandið og þess vegna er búin til þessi hliðarveruleiki að við getum einhvern veginn farið og séð. En trúir ekki að þeir trúi? Ég gef ekkert fyrir það. Ég bara hef ekki, sko, ég ætla ekki að dæma það. Ég tek undir með þér að mér finnst alveg augljóst að Hjálmar er miklu meira áfram það, hann er miklu samfærari heldur en Jónas. En ég hef ekki hlusta alveg nóg mikið á til þess að átta mig á því, en þessir pólitíkusar, sko, sem hafa verið að mæta í Já til að sjá partíin, þetta er auðvitað bara hlægilegt. Það verið að tala fyrir svo kannski áratugum saman og svo mætti bara einhverjum myndatökur með Svein Andra, Já til að sjá. Svein Andra, gott dæmi, að Já til að sjá. Ég er búin að þekka Svein Andra líka sömulegis í áratugi og hann bara er mjög heitt trúar Evrópusambandsinni. Og ég held að þetta sé rétt hjá þér. Ég held að þetta sé svona það þessu efnahagslegu rök sem er einhvern veginn að vega þyngst í umræðinni. Sem er svo sérstakt að því að þau eru svo langveikust sko. Ef þú ert að skoða svona bara krónur og aura, ef þú ert að skoða samkeppnishæfni álfunnar, þar stendur álfan veikust. Það er miklu erfiðara að eiga við tilfinningarökin. Og nú vill svo þannig til að ég var aðstoð með utanríkisráðherra þegar að Brexit áhrifana gæti hvað hæst. Það var komast í umræðin og þetta var allt saman komið til framkvæmda. Að þá fórum við á einhverjum tímabótu hittum bæði utanríkisráðherra Frakka og Bretlands og vorum að ræða sem sagt meðal annars bara ýmislegt en viðskiptasamninga og síðan Brexit og það var svo augljós ólík viðhorf frá þessum tveimur stjórnmálamönnum. Fyrir frökkunum er Evrópusambandið svo mikið tilfinningamál. Þetta er svo mikið einhvern veginn, þeir trúa svo mikið á það er friðurinn og sameiningin og pólitíkin og bræðralagið, federalismin og þetta. Bretarnir, þeir hugsa þetta allt öðruvísi. Þeir eru svo praktískir og pragmatískir í nálgun. Þetta voru bara plúsar og mínusar og endingu, það voru bara mínusarnir orðnir og margir til þess að gæti sætt sig við það. Og Og svo þessi meira sér líka úr innri markaðanum. Já, ég meina það. Það er alltaf verið að segja með mig að ég einhvern veginn hef vegað út frá Brexit. Við erum ekki að kjósa, ef við kjósum okkur það að fara ekki í þetta, þá er ekki að kjósa mig út úr innri markaðanum. Ég finnst nú nefnilega Brexit svo gott dæmi það sko og eins og Kristrún hefur nú vinkonaðinn, hefur lagt mikla áherslu á, þú kemst ekki svo auðveldlega út úr Evrópusambandinu, Brexit sýnir okkur það auðvitað mjög vel, okkur stæði auðvitað aldrei til boða að fara aftur í EES-samningin. Það er ekki samningur sem að Evrópusambandinu nokkuð tíman aftur gera og ég bara tek undir og deila áhugjum með Geir Haarde sem að hefur skjögrein og ég sé er núna í viðtali hjá Frosta miklar áhyggjur sem hann hefur af áhrifum bara viðrana á EES-samstarfið. Þannig að ég er bara sammálaður. Við höfum verið að ræða rosalega mikið þessi efnahagslegu rök. Ég tel þau vera mjög veik. Ég held að ESB sinna viti að þess vegna þeir að mála þetta upp sem einhvern svona, einhvern seglisum könnunarleðangur af því að þeir veita því meira sem við ræðum með Evrópusambandið kostu og galla því fráhverfara verður fólkssambandið. Ég meina, það er mikið gert úr kosningabaratuðinu í Brexit til dæmis innflytjendamálin. Það sem var til dæmis ekkert síður þungt var bruðlið. Breskum almenningi ofböð svo ofbúslega bruðlið í Evrópusambandinu. Það var bara hægt að kalla fram reikninga bruðlið. Þetta kemur mjög vel fram í Draghi-skýrslunni með annars. Já, akkurat. Ég meina, það eru himinháu launin, það eru starfskostnaðin, það eru flugfarðirnar og það er kampavínið. Já, en það er ekki bara það. Það er líka sko að þeir styrkir sem eru fyrir hendi eru í rauninni sko er sákostnaður peanuts með við það hvaða nýsköpunarverkefni þeir eru að setja fjármagn í. Já, og þú tala um spillingamál. Já. Draghi segir það ekki byrjum orðum en augljóslega er það. Það hefur margótt fram í opinberu gögnum hjá Evrópusambandinu að spilling er víðtækt vandamál í Evrópusambandinu. Já, þeir eru að setja fjármagn allavega í vitlausa hluti sem að, lyktar alveg 100% eins og spilling og er í svona víðusamhengi oft kallað spilling. Það er víðtæk spilling í ESB og það er bara að segja það eins og er. Nei, hún er bara á Íslandi, ekki gleyma því. Það er bara... Nú ertu komin yfir í annar punkt sem að mig langar að nefna sem að mér finnst eiginlega hvað verst veit allt saman. Ég get alveg þolað að vera í átökum við fjölskyldumeðlimi og vini, sko. Það er bara, það er mjög líka hjá. Það sem mér finnst allra verst við þessu umræðu er að Íslendingar geti hugsað sér að tala niður eigið land og þjóð. Og ég er með eitt gott dæmi um það.
Ég sett inn 2 mínútna vídeo á dögunum. Þar sem ég bara að tala fallega Ísland. Ég minnist ekki Evrópusambandið, ég minnist ekki kosninguna. Ég bara að tala Ísland, bara hvað við höfum gert stórkostlega hluti, við höfum farið frá því að vera eitt fátækasta ríki í Evrópu, yfir það að vera eitt auðvasta samfélagi í heimi. Heyrðu, hrúgast ekki inn athugasemdir frá ESB sinnum hvað við erum miklu raumingjar. Og við höfum aldrei gert þetta, nefnum við fengið þessa aðstoð og við höfum grætt á styrjöld og þú veist, að geta, þú veist, bara, er þetta fólk með sama vefbréf og ég? Mér finnst þetta bara ótrúlegt. Ég bara fær fólk ekki illt í Íslands hjarta að níða niður eigið land einhvern veginn til þess að vera að tala fyrir inngöngu í eitthvað ríkjasamband. Mér finnst þetta ótrúlega höfður. Já, ég er enda sko, ég er ekkert inn á samfélagsmiðlum, mér finnst svo leiðilegt að vera þar inni að Heppin? Já, heppin. Ég einhvern veginn bara, ég hef ekki séð þetta sko. Ef ég var hreinskilinn við þig sko. Þetta er svona píratahegðun og blessu sem minning þeirra. Það var mjög algengt að þeir voru... Já, með Þórhildi Sunnu í morgun. Já, á Bylgjunni. Bara hælisleitendamál og ESB. Ég eftir að hlusta það, hlakka til. Hún sagði að Hún hlakkar til að taka við kvótaflóttamönnunum frá Ítalíu, Spáni og Grikklandi. Já, sko, hún sagði það nú ekki beint, en hún sagði að þegar við værum að tala hælisleitendur og þennan hælisleitendapakka sem núna að koma frá Evrópusambandinu, að þá er mikilvægast að pæla í þeim svona gervigreindar innviðum sem að Trump er með og hvernig hann getur notað það gegn okkur. Og þetta er ótrúlega fyndið viðtal út af því að það tók einhverja beygju, við vorum að tala bara hælisleitendamál og það eru 20.000 evrur ef að þú ert ekki tilbúin til þess að taka við einhverjum hælisleitendum. Sem er stappfullt af í Evrópusambandinu? Já, og Evrópusambandinu getur henni valið hvert hælisleitendur eru sendir og ef að þér mislíkar það þá getur þú borgað einhverja innviði eða 20.000 evrur. Þetta er alveg stórkostlega óskýrt og ömurlegt kerfi sem að augljóslega er svolítið það sem er vandamál Evrópusambandsins. Já, nákvæmlega. En þá byrjaði Þórhildur Sunna sko að nefna, þetta er svona kerfi, en það sem við þurfum að muna er að Trump getur slögt á gervigreindarinnviðum á Íslandi og ég var svona, við getum alveg talað það, en hún og oligarkar eins og Elon Musk og samfélagsmiðlar og annað, það er raunverulega vandamál og ég var svona, þannig ertu komin inn á umræða hælisleitendamál er náttúrulega meira vandamál heldur en raunverulegar áhyggjur fólks af hælisleitenda vandamál. Og svona duttu því út að þingi til hamingju með það. Svo er það líka. Bara með því ávarpa aldrei það sem fólk vil ræða. En sko píratalíkingin var til að rifja þau upp að pírata voru svo duglegir því að tala niður Ísland sko. Fengu einhvers veginn að tækifæri til, þá voru þeir alltaf jafnvel bara alþjóðavettvangi að tala hvað Ísland væri spilt og ömurlegt sko. Já, það er eitthvað sem að Þetta er hugsunháttur sem að ég bara get ekki skilið og framfæri. Ég bara get ekki skilið og maður er að sjá þetta ekkert í öllum en í sumum ESB-sinum í dag. Já, þetta er reyndar og í svona víðum skilningi líka þá er þetta svolítið það sem að er svona viðtengin skoðun að við þurfum einhvern veginn að vera verst. Þú veist, íslenska spillingin er verst. Hún er það sjálfsögðu ekki sko, eins og Ítalíu, þá er hún hræðileg. En sko íslenska spillingin er verst og líka svona með loftslagsmálin þó svo við séum 85% endilega orku svona en Íslendingar eru mestu sóðar í heiminn. Já, við erum verst. Og maður bara hvað það er. Getum við bætt okkur alveg örugglega en erum við verst? Nei. Ég segi það alltaf, við erum náttúrulega frábær í svo mörgu tilliti og mér finnst alltaf, ég er svo mikil þjóðremba, mér finnst við alltaf vera best sko og vil ekkert fara ofan að því og vil bara frekar fyrir því rök og draga fram upplýsingar sem sýnir hvað við erum frábær sko. Það þýðir ekki við getum ekki gert betur og ef Evrópusambandið væri eins frábært og þau eru að reyna að láta að það væri þetta að segja bara við getum orðið meira best einhvern veginn en Evrópusambandinu. Þá eru frekar að reyna að draga fram upplýsingar það sem sýnir sko að við séum ekki eins góð og við erum að segja sko. Nei, akkurat. Nei, þetta er allt svolítið skrítið en fyrir ykkur sem er að hlusta þá færist þetta viðtal núna inn á einpæling.is og ef að þið viljið halda áfram þá farið þið þanga ellegar þurfum við að bíða í einhverja daga áður en þið klárið þetta viðtal. Og nú er að koma rosalega sprengja sko. Nú erum við sko að fara í sprengjurnar og það er og nú mjúta ég þetta